Ég get ímyndað mér að það séu ýmsir sem hafa tekið eftir því það töluvert mikil músagangur í kringum hús og bæi á þessum tíma. Þetta akkúrat tími músana. Árni Sveinbjörnsson já, hann sér þær, blessaður. Árni hérna hjá mér. Já, blessaður. Já, meindýra eyðir, heitir það ekki? Jú, heitir það. Árni, sko, hvað á maður að gera? Það stekkur kona eða kall upp á borð eða stól, öskrar og segir mús. Hvað á svo að gera? Já, ef þú nærðir ekki með svona góðu móti, þá best að hringja í meindýraeyðir og fá til þess að koma sín tæki. Nærðir með góðu móti, hvað áttu við? Á maður að taka hana með höndunum eða? Sum taka með höndum eða kústi eða einhverju, en svo fara þær oft undir innréttingar og þá fólk yfirleitt bjargalust. En mýs komast nánast alls staðar? Já, þær komast til dæmis sem tekur eitthvað dæmi, þær fara ofan í gosflösku. Já. Það leggja saman kinnbeinin og þá það sem hausinn fer, það fara. Þegar þar fer hitt? Já. Já. En þetta eru lítil, ekkert ljót dýr í raun? Já, það spurning, sko, hérna, mér finnst til þess hagamúsin mjög falleg, en mér finnst húsamúsin ljót. Já. Húsamúsin bara sko, lítil skroppa. Sko, við skulum skoða mismuninn á þessu. Já. Sko, og hagamúsin þá sú ljósa? Já, þetta hagamúsin hérna. Já. Og hún svona gráa bringunni, getur við jafnvel ljósari, nánast hvít stundum. Svona falleg. Falleg? Finnst mér. Já, já. Kringlótt eyru og svona. Já, já. Og þetta húsamús? Þetta húsamús hérna. Og það hún bara svört og dökkbrún, mjög dökk og já. Hagamýs eru líka inni? Já, þær sækja svona haustinn inn þegar við erum að kólna. Þær eru aðalega úti, haga, yfir sumarið og una þar best, safna fræjum og dóti. En svo þegar við erum að herða að þá koma þær inn. Húsamúsin vil aðalega vera innan hún miklu frjósamari, hún gjótandi allt árið. Hagamúsin nóbenni bara yfir sumarið. Já. Hagamúsin kannski eiga 60 stykki, meðan á húsamúsin ég hef tekið held ég upp í 14 eða maður rétt, unga frá húsamúsinni. Þetta nú ekki fyrir mýs? Nei, en þetta svo Þetta alveg, þetta stærðin hérna á inngöngunni sko, bara fyrir ketti sko. Já, nánast. Við skulum vona að þeir fari samtíkin. Hérna látum við nagdýraeitur, þetta ætlað fyrir mýs og rottur. Já. Þetta með þetta gat hérna sem svona okkur staðlað á þessum rottustöðum og svo látið eitur hérna upp á hana pinna. Og þar naga þær? Kassinn læstur, já. Það fara inn og naga og fara síðan í fylgsni sitt eitthvað og drepast. Já. Þetta svona hannað þannig að fólk komist ekkert í þetta eða börn eða og þetta setur þetta látið utanhús, eingöngu utanhús. Já, eins og við sjáum. Já. Já, og svo hvað? Svo hérna svona uppdrættikassar. Ég noti þetta svolítið sérstaklega það sem blautt rak þeir verja sig mjög vel. Og hvað uppdrættu, hvernig það? Og mýsna fara hérna inn og fara hérna inn í þetta hólf? Já, og bíða dauðsins þar? Já. Þetta er allt spurning um líf og dauða? Já, það bara svoleiðis, það ekki hjá okkur öllum? Jú, jú. Heyrðu, og þetta eitthvað svipað? Þetta svipað nema við erum ýmist með lím í þessu. Já, og útsýni. Já, og útsýni. Það svona aðalega svona einsýni, svo við sjáum inn í þetta. Já. Og þá eru gildrur settar inn svona líka, músagildrur. Og þá sérðu hvort það hefur farið í þær eða hvort það hafa smollið eða eitthvað svoleiðis. En þetta byggist þá því að þær koma og taka eitur og síðan þetta þá búnar? Já. Svona á öðrum sólarhring þá tekur þetta svolítið skarpt. Svo er þetta bara svona músagildri Þetta bara hefðbundu músagildrunar, þessar hérna. Já. Og þessar hérna. Ég svolítið spenntur fyrir þessum plastgildrum. Já. Þetta rottugildra. Já. Og hérna líka svona... En man eftir sko svona úr tré? Já, já. Trégildrar mörguleiti ágættir en það er eina að þær sko eru viðkvæmar að raka. Þær smella miklu oftar falskt. Já. Út af hitastig og rakastig, timbrið bara lifandi. Já. Þetta er lím sem er notað, menn svona grípa í það. Já. Og þá fara þær í þetta? Já, þá fara þetta kuldaþolið. Já. Getur verið í þessinu útihúsu bílum. Menn láta þetta út í sæti í bílana sína sem eru að fá mýstarinn. Já, er það algengt? Það er ótrúlega algengt. Og þær skemma rosalega? Já, það geta að fara í rafkerfi og Guð hjálpa með öllu þessu tölvudrasli í dag. Og þetta? Þetta er bara þrýstikútur þetta eru BOG-kútar, mjög góðir. Þeir eru ætlaðir fyrir meindir eða ameríski kútar. Já, þú ert sem sagt líka í... Skortirum, silfurskottum, hambjöllum, veggjalús, bara nefndu það. Sumir telja þetta eitthvað skipt við sóðaskap sem það á alls ekki sko. Já. Og þetta er mjög viðkvæmt fyrir fólk. Það er bara svoleiðis. Og á það kannski erfitt með að tala um það?
Já, og það segir ekki nágrönnum frá þessu og jáfnvel í blokk. Ein íbúð segir ekki neinum. Eins með hambjöllu. Það sko, fólk sér þetta stundum í skúfónu hjá sér. Það var aðalega bara hamina. Já. Sem skilja eftir. Já, skilja eftir. Það er kannski ekki að sjá bjölluna eða orminn. Já. Eða lirfuna. Alls ekki oft. En er eitthvað svona óvenjulegt sem þau fengist við? Eitthvað sem hefur komið með einhverjum flutningi eða einhverju slíku? Svo sem maður lendir svona annars slagið alltaf í kakkalökkum til dæmis. Og svo lendir maður í bedbug, eins og við köllum sko. Bedbug? Það fer á nóttinni á fólki og sígur blóður því, í rúmmunum sko. Þetta svona, við svona, ekki spennandi. Það mjög erfitt við það eiga en það hefst. Er það eitthvað sem er algengt hér eða? Það er að vera algengara, ég myndi bara sagt það. Það er alltaf aukning. Er þetta innflutningur? Já. Fólk verður vel að gáða sig til dæmis. Bara séð dæmið, þú ferð eitthvað erlendis og gistiheimili eða eitthvað hótel. Þarf ekki að vera eitthvað sóðahótel, eitthvað svoleiðis bara. Og þú bara að leggja ekki rúmið, fötin eða töskurnar á rúmið eða eitthvað svoleiðis. Þá er alltaf leið upp í töskurnar hennar og svo fyrir með töskurnar hennar heim, eða fötin. Það er svona best að hafa þetta alltaf sér lengst frá rúmum. Já. Allt svona. En þú varst með þér í græjur? Ég hefði græjið, það er nóg að græja til sko. Þetta er bara myndavél. Maður notar þetta ekki þetta oft, maður þarf samt að grípa stundum í hana. Já, sem maður setur þá inn í rör og þess áttar. Já, ég er svo pjattar, ég er nú ekkert að mynda lagni mikið með henni, en ég fer þá í sko bakvið innréttingar og svoleiðis. Ég hef tekið myndir rotturhreiðurum undir eldhúsinnréttingu og fleira. Árni, fólki er illa við þetta. Já. Er þér ekkert illa við þetta? Jú, drullurættum. Nei, þetta er eins og annað, þetta er bara venst. Já. Þetta er svo hverjum vinna. Og þetta hefur marga kosti. Ég byrjaði í þessu 1990, yfir því. Þannig við erum búin að vera yfir 20 ár hérna. Og ég er ennþá í þessu. Þetta er mörguleiti ágætt. Það er ekkert allt fallegt eða þannig lagað en jú, þetta er eins og hver önnur vinna. Maður þarf að hafa reyndar alltaf pínu veiði áhuga, hann verður að vera með.